Snorri, þú velur 17 manna leikmannahóp fyrir æfingarleiki gegn Þýskalandi. Svona fyrsta spurning, af hverju 17 en ekki 18? Já, það er bara nokkrar ástæður fyrir því. Ég er kannski ekki alveg heldur búinn að loka á það að taka 18. leikmanninn inn. Þar fyrir utan fannst mér það vera ekkert svona öskrað á mér að ætti að vera þarna frekar en okkur annar, og þessi strákar sem ég valdi núna eiga allir eftir að spila. Ég veit að mismikið en sumir slatta leikjum, og ég ætla bara aðeins að taka stöðuna á þeim svona miðja næstu viku og sjá aðeins hvort að menn séu kannski eitthvað laskaðir, ég þurfi eitthvað að dreifa álaginu í þessum leikjum 2 móti Þjóðverjum og það getur vel verið bæti við einum viðbót. Hvað af því að inn í þessu 17 hóp eru meðal annars 3 markmenn, 4 línumenn, 4 hornamenn, þannig að þú ert basically bara með 4 réttenda skittur fyrir utan ef við telum þetta rétt. Menn svona veltaði fyrir sér af hverju aðrir leikmenn fá ekki tækifæri, sérstaklega af því að Janus staðinn alltaf bara tæpur og við vitum ekkert endilega stöðuna honum fyrir janúarverkefnið. Já, menn að velta fyrir sér með Blæ, Andrmar Rúnarsson sem kemur sterkur inn í síðasta verkefni og fleiri. Já, mér bara fannst vanta þessu upp á til þess að vera þessi 18. maður, allan að þannig að það öskru á mér að ég velja eitthvað út frá síðasta verkefnum eða frá félagsliðum? Nei, bara framistöðinu bara núna og ég er náttúrulega búinn að horfa á flesta leiki á þessu strákum og bara valdið þessa sem ég er búinn að velja fram yfir þá og þetta eru þeir leikmenn sem ég klárlega vill skoða í þessu glugga og mér finnst bara mikilvægt að eyða tíma í það. Mér finnst ég þurfa að sjá Hauk á miðjunni, hann fær tækifæri, risatækifæri í risaglugga. Mér finnst ég þurfa að sjá Þorstein Leó á þessu sviði. Þetta er deildin hans ekki svo besta, jú, hann er að spila í Evrópudeildinni en stærsta sviðið í þessu er Bundesligan, Champions League, stórmót og ég vil bara sjá Steina fá alvöru mínútur og slatta mínútum í svona glugga á móti Þjóðverjum á þeirra heimavelli og mér finnst ekki ástæða til þess að vera að tróða inn einhverjum nokkrum mínútum hér og þar og þetta er bara það sem ég vil drilla núna og varðandi að Janus sé ekki þá og kannski ofan á það Aron sem hafa kannski verið okkar bakverðir eða voru síðustu móti okkar bakverðir þannig að það er svona fer tími í það að skoða aðeins það og ég er með bara menn í huga eins og Elliða, Steven er klárlega þarna að stóru hluta út af því. Mér langar bara að sjá hann í bakvörðunum akkurat á þessu sviði á móti Þjóðverjum á þeirra heimavelli og það er kannski svolítið hans, hvað maður segja, styrkleiki eða frammi við Bjarka og Orra, ef við tökum það líka inn í þetta, þannig að ég ætla bara að sjá þessa hluti og vil bara eyða tími það frekar en eitthvað annað. Talandi hornamannastöðuna, Bjarki Már Eilersson er ekki valinn, augljóst mögulega vegna þess að Stíven Tópar getur spilað bakvörð og Orri Freyr búinn að vera frábæra með Sporting bæði í deildinni og í meistaradeildinni. Eru tímar Bjarka liðnir með íslenska landsliðinu eða fer þeim að líða? Það er bara mjög langt frá því. Ég er bara mjög ánægður það sem ég sé að Bjarka í veturinn. Hann virðist ekki, hann er bara í toppstandi, hann spilar fullt af alvöru leikjum og er bara frábær hornamaður ef út í það er farið og en mér finnst ég ekkert endilega þurfa að sjá Bjarka í þessu leikjum. Hann kom inn í síðasta glugga eins og ekkert að því skorist og var frábær, kom bara frábær inn í þetta, spilaði frábærlega í Bosníu og ég held að ef út í það fer að ég vel hann í janúar þá held ég að það verði ekki neitt vesen og ég held að flesti sjáu það að ástæðan fyrir því ég er að velja Stíven ég ætla að prófa hann í bakverði og það er alveg að diskutera það fram og tilbaka hvor er betri akkurat í horninu en mér finnst kannski Bjarki og Orri vera kannski líkari hvor öðrum heldur en svo Stíven og hann gefur okkur aðra vittir og það getur vel verið að svo staða komi upp að miðjumenn að skipta hjá okkur þurfi að spila horn og fækka skiptingum og annað slíkt og þá getur Stíven reynst okkur vel. Þú erum ekki vanur að velja 3 markmenn í landsliðshópinn en að gera það núna. Ágúst Elí fær margramandi kærkomið tækifæri og ég sá menn í krigunum voru að sprengja flugveldum þegar ég var leiðin hingað inn í Reykjavík. Er þetta eitthvað svona, er þetta einhverjar vendingar það að Björgur Páll sé svona, hefur kannski ekki staðið undir vendingum á þessu tímabili eða hvað svona kemur til að þú velur Ágúst Elí akkurat núna?
Sko, ég vildi eiginlega bara sjá það báða og við höfum alveg velt þessari stöðu vel fyrir okkur og eðlilega og eiginlega alveg frá því ég tók við liðinu hefur alltaf verið eitthvað vangaveltur Bjögga og þetta kannski bara líka bara út á aldri, þá fara menn bara einhvern veginn ósjálfrátt að velta þessu fyrir sér og þetta kannski hefur hann ekki verið upp á sitt allra besta í upphafi tímabils og ég átti bara samtal við hann það og mér langaði bara að sjá það báða. Mér langaði líka að sjá Bjögga þáttur hann hafi alla þessa reynslu og hafi farið á ótrúlandi stórmót þá er erfitt að rýna í deildina út frá því hvað svo gerist í janúar eða á svona sviði eins og við erum að fara í núna í Þýskalandi og ég vil bara sjá hann þar, hvort hann bara vaks ekki með því. Það er svona mín reynsla með Bjögga að svona því stærra sem sviðið því svona betur líður honum og mér langar bara að sjá hann hvort það sé ekki bara ennþá til staðar. Varandi Gústa, mjög langt síðan hann var í hópnum, hann var hjá okkur í Grikklandi fyrir rúmum ári síðan og en staða hans er einhver síður erfið og hann er aftur komið til Rípi og var upp í stúku síðasta leik og hvorki hann ég veit eitthvað framhald á því og ég var með heiðalögu við hann hvað það var þar ef hann er í stúkunni alla leiki fram að janúar þá eiginlega ósjálfrátt verið mjög erfitt að velja hann í lokahópinn. Þú talar kannski Björgur Pál, þú talar að mig minnir í síðasta verkefni þá valdur Ísak Steinsson að því þú taldir þið ekki þurfa að sjá Bjögga, vissi hvað hann hefði upp að færa en núna ertu kannski búin að breyta, það hlýtur að vera eitthvað annað bak við sem þú ert að velta fyrir þér. Já, þetta var kannski síðasta verkefni aðeins annars eðlis. Við vorum komnir á stórmótið og vorum kannski ekki að spila á móti bestu andstæðingunum og inni þá var Viktor líka. Þannig að, já, þetta horfi ég alltaf á frammistöðu leikmann og ég held að Bjöggi vitið alveg manna best sjálfur, hann hefði getað gert betur upp að leiktaði með Val og þetta, einhvað kannski bara hingu það sama við, Valur er ekki alveg náð sér strik og annað slíkt og hafa svona verið kannski eitthvað að föndra með sinn varnarleik og allt hefur þetta ykkur áhrif og alveg sem aðra leikmenn, þá bara met ég stöðuna hverju sinni og akkurat núna langaði mig bara að sjá Bjögga í akkurat þessu umhverfi sem við erum að fara í. Það er 2 leikmenn sem varst með síðasta landslagshóp, bæði Janus Daði og svo Reynir Þór sem er náttúrulega middir. Hefur kannski farið lítið fyrir kannski umræðan Reynir Þór, getur þú kannski eitthvað reynd að útskýra fyrir fólki hver staðan var Reynir Þór er? Hann hefur ekkert spilað með Melsungin upp að tíðanbils. Nei, ég þekki það ekki alveg nógu vel og þú eru eiginlega spurning að læknateymið. Ég er bara annarkvæmt maðurinn heill eða ekki heill en hann fékk einhverja hjartabólgur ef ég skildi það rétt og ég heyrði í honum í september og þá svona horfði allan til betri vegar en svona allan með samtalið með Arnar Freyr þá var hann ekki byrjað að æfa með liðinu þannig að það er náttúrulega bara fyrst og fremst leiðilegt fyrir hann þegar þú átt að stíga þín fyrstu skref í atvinnumennskunni og þar fyrir utan hefur náttúrulega kannski Melsungen líka verið þjakað meðslum þannig að þetta hefur verið gullið tækifæri fyrir hann en hann er bara á þessu lista hjá okkur sem við fylgjumst með en ég get náttúrulega ekki fylgst með æfingunni hjá þeim og legg ekki það í vana minn en þegar hann kemst á gólfið aftur þá bara fylgjumst við með honum. En svo nýjasta stöðutjaka á Janusi, ertu að gera bara ráð fyrir honum í janúar eða verður þetta á tæpasta vaði? Ég gerir ráð fyrir honum og ég held að þetta sé eiginlega alls ekki á tæpasta vaði, allan svona með það sem ég hef heyrt frá honum og þeim læknum sem hafa skoðað hann frá okkur, eða okkar læknateymi, þá það er bara mjög bjartsýnt, reikna með honum og auðvitað tökum við svo bara alltaf stöðuna reglulega og það er nær líður og ég er ekkert viss að ná einhverju leikjum í Ungverjalandi en það er náttúrulega klára mjög snemma með önnur lönd, ef hann væri í Þýskalandi þá myndi hann eflaust spila eitthvað og það verður alltaf einhvað svona sem við þurfum að hafa í huga. Óskar Bjarni er náttúrulega komin inn í þjálfarateymi á landsliðinu á kvennamegin. Hefur það eitthvað áhrif á ykkar teymi? Hann er verið í teyminu. Nei, það verður ekkert áhrif á teymi. Hann er bara einhver niðurskurður. Ég þurfti að fækka 2 í teyminu í þessu verkefni en ég sé til í janúar. Ég held ég fari nú með fullt teymi þangað.